Kríu, Hrönn Greipsdóttir og Valdimar Halldórsson og við ætlum að fara hérna yfir helstu atriði varðandi verkefnin Heilsu Kríu og okkur skilst að séu komni núna þó nokkru þátttakendur, 10 þáttakendur, gaman að finna fyrir þeim áhuga. Við munum fara hérna í gegnum stutta kynningu og síðan að þá verður opið fyrir spurningar og sem að við getum þá vonandi svarað eða farið ítarlega yfir einhver ákveðin atriði. En ég held að við bara byrjum með það. Áður en við kannski byrjum, ekki, það heyr allir vel og svoleiðis ekki? Já, það engin sem mótmæli því. Já, og það kannski líka rétt að taka, allir heyra vel. Og það kannski líka ágætt að taka það og vert að taka það fram að fundurum verður tekinn upp. Þannig að við getum nýtt hann fyrir þá sem að ekki hafa tök á því að mæta hérna með okkur í dag og þurfa þessar upplýsingar. Nú ef við byrjum bara á því að eins og þið hafið eflaust lesið ykkur til að Heilsu Kríu, að hún var til eiginlega út úr því að það var vinnustofa tengt heilbrigðismálum og tengt svona þeim áskorunum sem heilbrigðiskerfið stendur frammi fyrir. Þetta var sameiginleg vinnustofa tveggja ráðuneyta, heilbrigðisráðuneytisins og menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytis og þar var meðal annars rætt nauðsyn þess að efla fjárfestingar í lausnum sem að geta orðið til þess að leysa ákveðin og þekkt vandamál í heilbrigðiskerfinu. Þannig fjárfestingarstefna þessa verkefnis Heilsu Kríu að fjárfesta beint í sprotafyrirtækjum, það sem áherslan verður á fyrirtæki sem hafa þróun heilbrigðistengdra lausna við þekktum vandamálum af meginstarfsemi. Þannig að þarna strax gert ráð fyrir því að þetta séu vandamál sem séu þekkt og þarfnast lausnar. Nú, Heilsu Kríu beinir sjónum sínum að verkefnum sem tengjast heilbrigðisþjónustu, heilbrigðistækni, stafrænum lausnum, greiningatækni, líftækni og öðrum lausnum sem stuðla geta bættri meðferð sjúkdóma, skilvirkari þjónustu eða auknu öryggi sjúklinga og starfsfólk. Það auðvitað alltaf erfitt að vera með einhverja tæmandi upptalningu en þarna erum við svona allavega að reyna að ná utan þennan ramma sem verið að horfa á og eðli þeirra félaga sem verið að horfa á. Við til frekari útskýringar að þá sérstök áhersla lögð á stafræna heilbrigðistækni og ferlabætandi hugbúnaðarlausnir, lausnir sem styðja fjarheilbrigðisþjónustu og heilsumótun, gagnadrifnar lausnir og greiningatækni, búnað og tækni sem bætir gæði eða aðgengi þjónustu og svo lausnir sem styðja sjálfbærni og betri nýtingu mannauðs í kerfinu. Og enn og aftur þetta eru þessi áhersluþættir þannig að þetta ber ekki að líta á þetta sem tæmandi upptalningu. Nú ef við kíkjum þá svona á þetta í hnotskurn að þá erum við einfaldlega að segja að við erum að horfa til félaga sem geta leyst þessi þekktu vandamál í heilbrigðiskerfinu. Þetta eru þá vandamál sem hafa komið upp og aðilar hafa orðið varir við og vilja leysa. Nú það líka verið að horfa til þess að þetta séu þá lausnir sem að efli gæði og skilvirkni í heilbrigðiskerfinu og við erum fyrst og fremst að beina sjónum okkar að íslenska heilbrigðiskerfinu en leið auðvitað líka því að þessar lausnir séu þá mögulega skölunarhæfar og hvað átt við með því? Jú, það átt við því að þetta séu þá jafnvel lausnir sem að hægt að selja erlendis eða selja til stærri aðila. Nú við erum að fjárfesta í íslenskum félögum og á viðurkenndu félagaformi þannig að það þarf að vera búið að stofna félagið og það þarf að vera á þessu viðurkennda félagaformi, einkahlutafélag eða eitthvað slíkt. Nú við horfum mikið til teymisins og það reyndar svo í fjárfestingu hér hjá Nýsköpunarsjóði Kríu að þar skiptir teymið gríðarlega miklu máli og þá erum við bæði að horfa til þess að aðilar hafi réttu menntunina og reynsluna til þess að keyra verkefni áfram en ekki hvað síður það segir að teymið sé þannig samsett að það séu eins miklu styrkleikar og mögulegt innan teymisins. Nú við erum að fjárfesta þarna í verkefnum sem eru kannski komin aðeins lengra heldur en á hugmyndastiginu. Þannig að við erum að horfa á verkefni sem á þessu svokallaða seed-stigi. Það vil segja að hugmyndin mótuð og hugmyndin komin meira heldur en bara á blað
og jafnvel að þetta sé verkefni sem þegar búið að sækja sér einhverja fjárfestingu og sé þegar farið að virka einhvers staðar. Og síðan höfum við líka horft til þess að þau félög sem fjárfest verði í hafi fengið viðurkennda styrki og þetta auðvitað eitthvað sem að bara mjög vítt hugsað. Þetta bæði erlendir styrkir og geta verið styrkir en yfirleitt og það þannig að styrkirnir þá ákveðin viðurkenning fyrir því að verkefni sé fjárfestingarhæft. Ég ætla núna að gefa yfir til Valdimar sem ætlar að fara yfir form fjárfestingarinnar. Já, takk fyrir það, Hrönn, og ég ætla aðeins að fara yfir svona hvernig við, svona praktískt, hvernig við nálgumst þessar fjárfestingar í þessu átaki. Það má kannski segja... Mikil stemning, brjálu stemning og það alltaf stemning í kring. Það einhver sem að opnaði á orð fyrir. Ok, allt góð. Já, ég ætla aðeins að fara yfir svona hvernig við hugsum þetta átak og það má kannski segja að við séum svona staldið að fara í reynslubankann, það að segja að við erum svona að nota áþekkt form og við höfum gert í öðrum átökum, til dæmis átaki sem við nýlukum við nýlega. En allavega, við erum með það fjármagn sem við höfum í þetta átak eru 300 milljónir króna og við erum að horfa til þess að fjárfesta á þessu ári, 2026. Við erum þó ekki með, það verður ekki deadline eða fyrir umsóknarfrest, heldur verður opið fyrir umsóknir á þessu ári og við, þannig að... Við raun og veru bara opið þangað til potturinn búinn. Já, má segja það. Og það svona viðmiðunar fjárhæðir í einstökum fjárfestingum verður svona, þetta á ensku kallast það ticket size, við erum að horfa til þess að fara inn í verkefni fyrir svona 50-70 milljónir, þó aldrei hærra 70, útilokum þó ekki lægri upphæðir, en svona þetta svona meðaltali kannski 50. Og við erum með líkt og í öðrum fjárfestingarátökum, þá erum við með ófrávíkjanlegt skilyrði að minnsta kosti ekki jafnhátt eða hærra mótframlag þurfa að koma frá öðrum fjárfestum. Og það verða félögin fá 3 mánuði til þess að klára mótframlagið frá þeim tíma þegar við samþykkjum fjárfestinguna í okkar stjórn í nýsköpunarsjóði. Og aðkoma okkar verður líkt og við höfum gert áður í átökum. Okkar aðkoma verður á formi skuldabréfs, breytanlegs skuldabréfs á 10% vöxtum til 3 ára, en þó með möguleika á framlengingu, 2 sinnum ársframlengingu. Þannig að þá það allra 5 ár að þetta lengst í tíminn. Skuldbreytingin, hún fer þá fram í næsta hlutafjárútboði með 20% afslætti. Og við skuldbreytinguna þá erum við að horfa til þess að hámarksverðmat á félagi verði 500 milljónir. Það verður heimilt að greiða þetta skuldabréf hvenær sem á lánstímanum og við verðum þá ekki í raun og veru, við verðum ekki hluthafi í félagunum fyrir en við skuldbreytingu. Við munum gera kröfum að það verði óháður stjórnarmaður í þeim félögum sem við munum fjárfesta í og við leggjum mikla áherslu á að félögin taki upp viðurkennda stjórnarhætti og haldi vel utan fundargerðir stjórnar og svo framvegis. Við erum ekki að gera ráð fyrir að hafa virka aðkoma að félögunum sem við förum inn í, en þó munum við að sjálfsögðu gera kröfum að fá reglulega upplýsingagjöf og mæta á hluthafafundi og svo framvegis. Og ég ætla þá aðeins að fara yfir svona hvaða lykilþættir það eru sem við skoðum þegar við metum fjárfestingar tækifæri. Við erum eins og kannski búið að koma fram, þetta svona myndræn framsetning, við skoðum að sjálfsögðu teymið, eins og Hrönn nefndi, og svo skoðum við nokkra aðra þætti, sérstaklega vel. Skoðum vægi nýsköpunar, við skoðum auðvitað
aðra fjárfesta í félögunum, þar að segja, þá erum við að horfa til mótframlagsins og svo skoðum við að sjálfsögðu skölunarmöguleika og svo eins og hefur komið fram þá er skilyrði að félögin sem við fjárfestum í séu íslensk og það séu liggi til grundvallar á svona vel unnar viðskipta áætlanir. Þetta er svona myndræn framsetning á þessum lykilþáttum. Og svo aðeins varðandi fjárfestingaferlið, þetta byrjar að sjálfsögðu með fundi, upplýsingafundi, við hittum vonandi mörg félög sem við viljum skoða hvort við fjárfestum í og svo fáum til liðs við okkur sérstakt fagráð sem er búið að skipa í þessu verkefni, heilsukríu verkefninu og þau skoða með okkur, leggja mat á þau félög sem kom til greina og eftir það tökum við þá ákvörðun hvort við fjárfestum eða ekki og sjálfsögðu eins og í öllum svona ákvörðunum þá förum við í áreiðanleikakönnun og svo endanum þá fjárfestingu og svo tekum við þá eftirfylgni í einhvern tíma og á endanum einhvern tíman viljum við svo selja. Við vitum ekki alveg hversu hratt það gengur en það er alltaf lokamarkmið. Þannig að þetta er svona... Það er kannski ágætt að bæta því við að komi fram þarna að fjárfestingaákvörðunin að fagra hlutverk fagráðsins er í raun og veru að vera ráðgefandi fyrir stjórn nýsköpunarsjóðs. Því það er síðan stjórn nýsköpunarsjóðs sem tekur endanlega ákvörðun fjárfestinguna. En fagráðið að þarna erum við komið með einstaklinga sem að eru bæði hafa þekkingu og reynslu og eru í þannig stöðum að þau ættu að vera vel til þess bæri að meta svona fjárfestingar og þau gefa þá rökstudd álit á því hvort það beri að fjárfesta eða hvort eigi að leggja til fjárfestingu eða ekki. Ok, þá erum við nú búin að fara svona yfir helstu þætti í sambandi við heilsukríu átakið og við erum ekki bara að segja að við opnum fyrir spurningar núna fundar fólki. Þannig að orðið er eiginlega laust ef að þið hafið einhverjar pælingar. Hvað segir þið? Þannig við sjáum, ef þú sér það kannski þarna bara. Þannig að, já, er ekki einhver sem vill spyrja að einhverju? Það er, sem við hefum eflaust kynnt ykkur, það er náttúrulega nú þegar að þá er umsóknareyðublaðið eða umsókn inn á vefsíðun okkar, það sem hægt er að sækja þá og þá í raun og veru komið til fylgja í framhaldi af því að þá yrði fundur með viðkomandi félagi. Svo kannski líka bara í lagi að taka fram að við erum alltaf búin til að svara spurningum ef þið hafið einhverja með vangaveltur þetta átak og þá erum við alltaf til í að svara ykkur í síma eða tölvupósti. Þannig að hvetjum ykkur til þess að bara spyrja ef það er eitthvað óljóst. Smá spurning, með skuldabréfin, hvernig virkar það ef fyrirtæki hefur fengið fjárfestingu? Skuldabréfið, já, ég ætla kannski bara að setja hérna á. Sko þetta eru þessi form sem við höfum verið að nota mikið sem eru breytanleg skuldabréf og ástæðan fyrir því að við notum breytanleg skuldabréf er að ofta þá eru félög þegar þau eru á þessu stigi að það er mjög erfitt að gera verðmat og auk þess að þá er það bæði erfitt og síðan er það náttúrulega bara mjög tímafrekt og getur verið kostnaðarsamt og annað. Þannig að við höfum farið þessa leið að vera með þessi breytanlegu skuldabréf. Og þá er þetta bara eins og hvenær skuld og það kannski ber líka að hafa það í huga upp á til að mynda ef það er verið að sækja einhverja styrki að þetta fer þá skuldamegin inn í efnahagsreikningin. En síðan bara við næstu hlutafjáraukningu að þá gefst tækifæri til að skuldbreyta þessu skuldabréfi sé ekki ætlunin að greiða það upp. Þannig að val félagsins er alltaf annaðhvort að skuldbreyta eða greiða bréfið upp. Þannig að þetta er svona einfaldari leið til að fjárfesta í félögum á þennan hátt í staðan fyrir að þurfa að
fara í verðmat á félagi, þarna erum við. Já. Þetta er aðferð sem hefur reynst okkur vel í öðrum áhrif. Svaraði þetta spurningunni eða var eitthvað sérstakt annað sem þú vildir? Nei, þetta svaraði, ég er bara að fá svona útskýringu hvernig það virkaði. Þetta, Já. Bara takk fyrir það, þetta er mjög áhugavert. Halldór, þú ert með spurningu? Já, hæ. Ég var að spá hérna með þennan óháða stjórnarmann. Það er semst ekki einstaklingur innanborðs frá ykkur, en er þetta einstaklingur sem þið tilkynnið eða tilnefnið eða hvernig virkar það? Nei, sko vanalega þá höfum við nú bara haft það þannig að við erum með þessu að hvetja einmitt til, þetta er svona hluta því að hvetja til góðra stjórnarhátta og ofta þegar við komum að félögum að þá eru stjórnir samansettar bara kannski af stofnendum og einhverju nákomnum og við erum svona hvetja til þess að fólk finnir sér eitthvað svona strategískan aðila inn í stjórnina. Þannig að við erum ekki að tilnefna heldur bara óskum við eftir því að félögin skoði það að taka inn óháðan stjórnarmann og að við allavega fáum þá að vita því en ég held að aðal hugmyndin er sem sagt svo að við erum að hvetja til þess að félögin taki inn óháðan stjórnarmann sér til góða og það er svona hluti af þessum stjórnarháttum. Ok, það verður þetta. Og þarna gæti líka verið til dæmis ef að það er veikleik í teyminu segjum bara til dæmis að það skorti einhverja markas- og söluþekkingu inn í teymið að þá getur verið gott og strategísk að fá stjórnarmann sem að hefur reynslu á því sviði. Eða ef að vantar einhverja fjármálaþekkingu eða eitthvað, stundum er það nú í þessum svona sprotafyrirtækjum. Það getur verið ágætt að vera með einhvern sem getur hjálpað félaginu og komið með svona þekkingu sem vantar. En með óháðu, eigið þá við bara sem á ekki þá er ekki hluthafi? Getur alveg verið hluthafi, það er bara óháður rekstur, hann er semst ekki starfsmaður félagsins. Nei, ok. Og svona óhæði þá erum við kannski líka, við erum líka að benda svona ungum frumkvölum á að fá pappa sína eða mömmu sína til að setjast í stjórnina. Það er betra að hafa einhvern sem hefur kannski svona aðeins meiri fjarlægð við stofnandann. En þetta er bara svona mild og góð ráðlegging frá okkur. Einhverjar fleiri spurningar? Það eru 2 spurningar í chatinu ef þið sjáið. Já, ok. Chatinu, ég sé það ekki. Laila, ertu bara til að lesa þær upp fyrir okkur? Það skal ég gera. Alexander spyr með óháðan stjórnarmann, þá eru átt við svokallaðan observer eða varamann. Við erum nú bara eiginlega aðal að horfa til aðal stjórnarmanns ef að stjórn félagsins er til með settu á 3 eða 5 að það sé þá einn af þeim sé sem sagt þetta sem að við erum að skilgreina sem óháðan stjórnarmann. Og svo er önnur spurning, getur breytilegt skuldabréf haft áhrif á til dæmis endurgreiðslu það? Já, það getur gert það. Þetta er eins og ég sagði án og þá lendir þetta skuldamegin í efnahagsreikningnum og þannig að það getur, en þetta er auðvitað merkt sem breytanlegt skuldabréf og við höfum reyndar verið aðeins að gagnrýna það að breytanlegu skuldabréfin að þau séu flokkuð sem skuldir en ég er ekkert viss um að því verði breytt. En það er auðvitað mikilvægt að það auðvitað kemur fram í ársreikningi að þetta sé breytanlegt skuldabréf. Ég vona að þetta var svar spurningunni, Alexander. Það sé rétt að taka það fram að þó okkar aðkoma sé með breytanlegt skuldabréf, þá er alveg möguleiki að mótframlagið, við setjum ekki skilyrði á það. Það gæti verið hlutafé, en það getur líka verið breytanlegt eins og hjá okkur. Þannig að það er aðeins möguleiki þar. En það er ein spurning hérna, býtum við, það er hérna. Svo. Og þú sem ég bara einhver hluta vegna, sé ekki nafnið, þú sem með hendina uppi, þú mátt bara spyrja. Það er R. Það er ekki ég.
Herjá, ég er bara að reyna að skilja hérna hvernig skuldabréfa hugmyndin virkar. Er þetta bara þannig að það gefur styrkur og síðan þá eigið þið, svo skuldar fyrirtækið þá ykkur raun og veru í gegnum skuldabréf? Kannski lykilatriði þessu að þetta ekki styrkur, þetta er sem sagt fjárfesting. Já. Og fjárfestingin á formi skuldabréfs sem að annarkvort hægt að greiða tilbaka eða breyta í hlutafé með tilteknum svona innan tiltekins ramma. Já, ok, já, held ég sér skilja þetta. Já. Þetta í raun og veru bara skuld. Þetta fyrirtæki skuldar okkur. Já. Akkurat. En við erum opnum á það möguleika að breyta í hlutafé. Einmitt. Ég með aðra spurningu líka, sko. Ég með verkefni sem það ekki komið markaðsáætlun eða framkvæmdaáætlun neitt þannig, sko. Er þetta að byrja samtal við ykkur á þess að það sé komið? Já, það náttúrulega þá greinilega á svona pre-seed stigi, en ég myndi alveg bara láta á það reyna að senda á okkur og við erum þá bara fljóta að sjá hvort að verkefni þurfi að þróast frekar og eins og líka hefur komið fram að þá er þetta sem sagt opið út allt árið eða bara þangað til potturinn tæmdur í ár og þannig að það líka kannski spurning þá bara að sjá hvort að verkefni þróist áfram. Ég myndi segja bara að þú ætti nú kannski bara að heyra í okkur, annarkvort hringja eða senda tölvupóst að við getum hjálpað þér að meta hvar það er statt. Já, akkurat. Gerið það, takk fyrir. Laila, er einhver fleiri í chatinu? Já, það kemur hérna frá Alexander. Hvað á kynningamyndbandi að vera langt eða hversu langt stutt á það að vera? Í umsókninni, við höfum verið að nota þessi kynningamyndbönd og þau hafa reynst mjög vel af því að þau gefa svona ákveðna öðruvísi innsýn inn í verkefnin heldur en bara þurr umsókn eða klærukynning og við höfum yfirleitt miðað við að þetta sé svona mínúta til 2, hámarki 2 mínútur. Er það ekki Laila? Erum við ekki sammála um það? Já. Jú, það er flott að með það. Halldór Karason. Já, ég var að spá hérna núna með mótframlag. Þannig í síðasta átaki þá voruð með svolítið hart skilja þess að það var jafn hátt og fjárfestingi frá ykkur en núna þið með jafn hátt eða hærra en þið með eitthvað svona þak á því eða er þetta bara svona eða bara rétt rúmlega þessi fjárfesting sem frá ykkur eða? Já, það er kannski svona ekki alveg niður nelt en það þarf að vera jafnhátt en það er alveg mögulegt að getur verið hærra, við setjum okkur alls ekkert á móti því en það er ekki þak á en auðvitað þá segja við að kannski félag sem komið með margfalt það sem það er að sækja hingað að þá kannski horfum maður til þess að það séu önnur félag sem ættu frekar að njóta fjárfestinga frá heilsukríu þannig að maður horfir á það svoleiðis en við erum yfirleitt að horfa á að mótframlagi sé að lágmarki jafn hátt og sótt og þess vegna erum við nú líka ofta að benda frumkvöðlum á það að það er freistandi að sækja bara upp í þakið en það þarf náttúrulega að koma mótframlag á móti þannig að vera svolítið raunsæri í því líka hversu hátt mótframlag er mögulegt að koma með. Alexander spyr líka hér viljið þið gögn vegna mótframlags undirskrift eða tölvupóstur nóg eða hver er krafan nákvæmlega? Mótframlag? Já, það er yfirleitt bara staðfesting frá fjárfesti og síðan bara þegar fjárfestingin greidd þá greiðum við eftir að mótframlagið komið inn að þá kemur okkar greiðsla. Eiginlega er ágætt að hugsa þetta þannig að þetta gerist eiginlega bara sömu mínútunni. Við greiðum inn og það gerist bara sama tíma og mótframlagið kemur inn. Þannig að
En í umsóknina þá dugar okkur bara að vera með staðfestingu frá viðkomandi fjárfesti. Og þá staðfestingin nóg sem sé bara tölvupóstur eða hver krafan, það það sem hann Já, það bara Og- tölvupóstur, það dugar okkur alveg því að ég held að í svona að þá sé nú fólk ekki að beita einhverjum brelli brögðum því það kemur bara í bakið á böllum. Já, Eins spurt, geta mótframlög verið frá erlendum fjárfestum? Já. Það engin. Þó svo að félagi verði að vera íslenskt og þá mega fjárfestarnir alveg koma erlendis frá. Hólmfríður, þú svo vel. Já, ég var að spá, mega mótframlög vera styrkir. Og það aðeins til skoðunar. Það hefur ekki verið svona tekin endanleg ákvörðun, en það hefur verið aðeins til skoðunar af því að í þessum geira náttúrulega svolítið ólíkt styrkjakerfi og það eru náttúrulega til að mynda mjög háir styrkir og styrkir sem að erlendi styrkir sem að við erum alveg tilbúin og fagráðið talaði að væri tilbúið til þess að skoða sem mótframlag. Svona almennt í öðrum átökum sem við höfum verið með, þá erum við yfirleitt ekki með, við leyfum það yfirleitt ekki. En það yfirleitt þarf að vera bara fjárfesting, hefðbundin fjárfesting. En já, þetta er aðeins kannski eitthvað sem við þyrftum að skoða aðeins í þessu átaki. Sveinbjörn Ingi spyr hér, möguleiki á að fá samþykkta fjárfestingu frá Háka áður en mótframlag tryggt? Sko, fjárfestingin, já, fjárfestingin getur verið, sko, við myndum það alltaf gefa samþykki fyrir fjárfestingu með fyrirvara mótframlag. Þannig gengur þetta nú mjög oft fyrir átöku sem við höfum verið í, að þá kannski mótframlagið ekki komið að fullu og þess vegna eru gefnir þessi 3 mánuðir til þess að ljúka þeirri vinnu. Þannig að stuttasvarið já, það hægt að staðfesta fjárfestingu þó mótframlag sé ekki komið en það alltaf með þeim fyrirvara að mótframlag kæmi. Hvor fleiri hendur? Eitthvað í chatinu, Laila? Alexander að skrifa svo hérna Alexander, þar sem að ræða félög sem vinna innan heilbrigðiskerfa gerð krafa í innsendu gögnum til dæmis regulatory strategy, já. Já, það klárlega eitthvað sem að sko, allt sem að, við getum orðað þessi svo, að allt sem að styður við verkefnið og styrkir verkefnið, að það náttúrulega að fylgja með. Það getur vel verið að fagráðið þegar það skoða nú svo erfitt að svara þessu almennt, en það getur vel verið að þegar fagráðið skoðar fjárfestinguna að það komi einmitt þessi sko fyrirspurn. Vinnulagi verður þannig að fagráðið fær send öll gögn viku fyrir fund og getur á þeim tíma kallað eftir viðbótar upplýsingum. Það ekkert meira að birtast hér í chatinu. Nei, ok, það er tími fyrir eina í viðbót kannski, ef einhver með spurningu. Nei. En við erum líka akkurat á tíma, við erum búin að klukktíma. Já, hálftíma. Hálftíma, segir ég fyrir þið. Þá bara vil ég þakka þeim sem að mættu á þennan rafræna kynningarfund kærlega fyrir. Og ítreka það sem Valdimar sagði hér áðan að við erum boðin og búin til að svara spurningum og eins líka ef þið verið eitthvað svona tvístígandi með hvort að verkefnið eigi heima þarna að þá sjálfsagt mál að leita til okkar og það hægt að gera svona forskoðun og þá kannski koma með svona ráðleggingar það hvað vantar upp á.
En eigum við bara ekki þá að segja þetta gott núna og enn og aftur bara hvetjum ykkur til að vera í sambandi við okkur ef að spurningum hefur ekki verið svarað á þessum fundi. Kærar þakkir fyrir fundinn. Kærar þakkir eftir sem Kærar bless. þakkir. Bless. Takk hérlega.